Með alvari hérna, þetta fannst mér bara að vera aukaspyrna. Gylfi var nóg að gera hann í upphafi, skilur með fasta boltinn og tegndi góð bolti, fyrsta markið er komið! Gunnar Vatnamar mætir inn á Martein og leggur hann að 1 óvaldar, frábær spyrna hjá Gylfa Þór Sigurðsssyni. Víkingarnir komnir yfir, Gunnar Vatnamar gera sitt annað. Óskar bara svona 1 á móti Gils Gíslasyni og henni Gils heldur vel í hann ára Gylfi hægri, Gylfi fer í skoti, hann er frábær þessari stöðu, bolti fer í Jökul og þaðan að honum aftur fyrir. Það er ekki betur síðan að færi stöngina og séðan þaðan í baki. Valdimar leggur út í teig, frábærlega gert. Þetta er markað hvað? Nei, Elías Ísveig skattar í slána, frábærlega redda þessu. Þetta er ekki búið, kart fyrir Illegur. Og Ísak Ólin er að henda sig fyrir þetta. Heldur betur færi hana, fyrst hjá Daniel. Svo hjá Elías á fjársvæðinu, hann var nú bara að reyna að stýra þessu undir slána, en sett hann í slána og niður. Og þetta er frábær tilþrif hjá Óskar í markinu á tegin. Óskar á Daniel á Gylfa, Gylfi í skoti, þessir í netinu. Víkingar komnir í 2-0 og Gylfi Þór Sigurðsson að gera sitt 4. mark á leiktíðinni. Og það þarf ekki að bjóða Gylfa Þór Sigurðsson oft upp á svona færi. Klára þetta listilega vel í nærhornið, það er svo maður að segja. Víkingur 2, FH 0. Þetta markið líka eftir heldur betur stór. Boltan, það er bara þannig. Mikið með Kjartan Kári með fyrirgjöfuna og þessi bolti endar hvar, alls konar brasa hann á félagunum og það fer í hornspyrnu. Ólafur Reykholt ekki ánægður með Aron Snæ hérna. Þetta hæglega geta enda bara með, það er skrautuðu sjálfsmarkið hérna. Það var smá svona panik. Hérna er Sverrir. Lítið vellir að kíkja til hægri og finnur ekki Samir að tappa boltanum illa hann Sverrir. Hérna er Elías Már Ómarsson og hérna kemur tæklingin. Já, Sverrir harkaleg svona hálfpartinn aftan frá henni. Ég held að hann nær í rauða spjaldið. Vilhjálmur Alvar Þórarinsson fer í rauða spjaldið hérna. Og það er sjálfsögðu stór hættulegt að tækla svona aftan frá. En Vilhjálmur Alvar, hann var vel staðsettur í treystunum fyrir þessu að þetta hafi verið hárrétt. Og Sverrir Páll er drengur góður og var held ég ekkert að reyna að fara staða fyrir sig og sinn hægri fót. Þá með Jökull stendur bara í miðjumarkinu. Hvað gerir Gylfi Þór hérna? Gylfi Þór Sigurðsson fer í spyrnuna, frábær spyrna, beint í stöngina. Út að vera stöngina hérna. 4-5 hjá þeim og Gylfi svona aðeins stýrir hans á boltan að það, kemur endingu til hægri. Við átti hérna Ármann Inga sem keyrir hérna Aron Jónsson, Ármann Ingi. Hann fer á hægri fótinn og kemst hérna inn fyrir hann og Ármann Ingi gerir þetta og Ármann Ingi leggur út í teig, frábærlega gert, finnur Elías Már Ómarsson sem gerir 3. mark Víkinga á 54. mínútu, 8. mark Elíasar, en frábær undirbúningur frá Ármann Inga Jakobssyni. Fór hann illa með Aron Jónsson, keyrði bara á hægri fótinn upp að endalínu, endamörkum og út á Elías sem að fría sig hann inn á marktegnum og hér ekki Elías. Sveinn Gísli Aron Snæ 858 og þeir eru kærlega fyrir stuðningi. Tarik Viktor með sig hérna, kemur inn í völlinn, leggur hann á Daniel, hann á Jóns Kristinn. Það voru handboltastimplun hérna hjá Víkingunum. Ármann Ingi með sendingunum fyrir markið, góð bolti og Daniel Hafsteinsson rekur smiðsöki, frábær sókn á Víkingum. Ármann Ingi með sína aðra stóðsendingu í þessum leik hér og Daniel aleinn inn á marktegnum og gat ekki annað en skorað og kemur Víkingum í 4-0. Þá heldur boltanum hann vel og lengi. Jóns Kristinn kemur fyrirgjöfuna hérna inn Elías með skallan! Frábær skalli á Elíasi Már Ómarsssyni sem kemur Víkingum í 5-0 og Elías að gera sitt 9. mark á leiktíðinni. Frábær fyrirgjöf hjá Jónasi Kristni Bjarnarsyni og Elías Már. Það er listilega, hann er búinn að sýna það á leiktíðinni. Frábær skallamaður. Víkingur 5, FH 0.